Mér langaði að taka smá myndband þar sem ég ætla að sýna ykkur vörur sem ég nýbúin að klára. Það komin langlega með að vera búin, ég stundlega á einni vörunni, ég ekki alveg búin með hana, en mér langar að sýna ykkur svona tómar vörur og hvort ég myndi kaupa mér þar aftur, hvort ég var hrifin af þeim eða hvort ég var ekki hrifin af þeim. Og já, ef við ekki bara byrja svo þetta verði ekki 18 mínútur á lengd eða eitthvað. Fyrsta sem ég með þetta hérna. Þetta sem sagt all-in-one base frá Essie. Þetta eins og að segja ný flaska, þannig að já, ég myndi kaupa mér þetta aftur. En ég kláraði þessa daginn. Fyrstu flöskuna sem ég átti af þessu. Þetta sem sagt bara yfir- og undirlakk frá Essie. Þannig að þetta svona 2-in-1 dæmi og þetta alveg bara fáránlega gott sem bæði base coat og sem top coat og naglalakki þetta endist alveg óhaggað í alveg svona upp til viku 2. Ok, kannski óhaggað upp til viku en það náttúrulega að fara að sérst á því eftir 2 en það endist miklu lengur en vanlega lakkið mitt þegar ég nota þetta. Þannig já, ég keypti mér þetta aftur, myndi kaupa mér þetta aftur, meira því ég búið með þessa. Næsta sem ég með þetta hérna. Þetta Not Your Mother's Beach Babe Moisturizing Conditioner. Þetta svolítið dýr shampoo og harðnaring, allavega með minn kalibra. Ég kaupi oftast bara eitthvað svona Garnier, þú veist, L'Oreal dót sem kostar 300 kall eða 400 kall, hérna, túban eða ein pakning. En þessi kostaði að mig minnir eitthvað 1700-1800 kall. Ég hitt hana tax-free hagkaup, þannig ég ekki alveg viss hvað hún kostaði. En eitthvað svona kringum 1700-1800 krónur. Og ég ákvaði að spreða út af því að mér langaði að gera bara vel á hárið mitt og kaupa eitthvað svona moisturizing og sjúklega lykt af þessu. Það er svona kókos, eitthvað yumminess lykt af þessu. Og þetta á sem sagt að eitthvað að gefa svolítið hárinu raka og laga slitna enda. Þetta kláraði ég út af þrjóskunni yfir því að ég keypti þetta á 1800 kall. Til að vera 100% hreinskilin. Þetta gerði, ég held að þetta hafi bara ekki hentað minni hárgerð, þetta gerði hárið mitt rosalega feitt. Þú veist, ég er ekki, það gerði það ekki feitt út af því ég smyr ekki harðnaring í allt hárið, ég set alltaf svona rétt svo í endana. Og þú veist, læta sitja í endanum í einhverjar mínútur eitthvað með inn í þvagi með andlitið og svo skólaði það úr. Það var ekki það að ég var að smyrja þessu út allt hárið og þess vegna var þetta að gera hárið mitt feitt. En það var bara eitthvað við þetta sem gerði hárið mitt sjúklega feitt. Alltaf því ég var nýkomin í sturtu og var að ég hafi ekki þrifað mér hárið, það var bara engin munur, líka bara verra og þetta gerði hárið mitt sjúklega feitt. Þannig að þetta myndi ég ekki kaupa mér aftur. Ég var ekki hrifin af þessu, þetta hendaði mér ekki. En ég geti vel verið að þau eru með brjálæðislega þurrt hár þá hendi þetta ykkur, en þetta hendaði mér ekki. En hins vegar, þá ég með þetta hérna. Þetta líka frá Not Your Mother's og þetta fékk ég þegar Livia var tvítug þá var ótrúlega indæl kona sem stóð og var að gefa sýnishorn af þessum sjampóum og alls konar vörufræðum. Þannig ég fekk þetta tvennt og svo gaf mér líka svona spray sem ég ekki búið með það fór alveg mikið í því. Þetta var svona spray, eitthvað svona detangling dæmi, sorry ég er með fast að heyra eitthvað. Detangling dæmi. Þannig að þetta Not Your Mother's Way to Grow Long and Strong Conditioner. Þetta klassískt dæmi það hversu mismunandi vörur henta fólki. Þetta frá sama merkinu, þessi hárnaringjarnir sem ég kláraði bara á þrjóskuminni og þetta sama merkið en þetta önnur típa af sjampó og hárnaringu. Og ég pröfaði þetta og ég pröfaði að nota þetta saman. Hitt var ég bara með hárnaringuna sér, þannig að ég var ekki með sjampóður sem hentaði því við og getur saman við það og það getur vel verið að það hafa ykkur áhrif. En þetta gerði hárið mitt svo sjúklega bara mjúkt og ótrúlega svona létt. Ég er ógeðslega óþolinmóð þegar kemur að því að hafa hárið mitt slegið. Ég er aldrei með hárið mitt slegið, ég er alltaf með það í einhverju tagli, ég er aldrei með tagli í einhverjum svona klestum, frekar svona einhverjum klestum snúð sem að tekur mig 2 sekúndur að gera út og því ég nenni ekki að hafa hárið í andlitinu mínu. En þegar hárið mitt svona létt, eins og þetta tvennt sjampó og hárnaring gerði fyrir hárið mitt, þá get ég einhvern veginn haft það slegið. Ég veit ekki hvort það meikar eitthvað sens, en ef þið skiljið hvað ég meina, eitthvað svona
gerir hárið sjúklega létt og finnur ekki fyrir því og þetta nákvæmlega það sem gerði við hárið mitt þetta tvennt. Way to grow essential vitamin herbs and bioactive extracts. This salon formula will strengthen, moisturize and give your hair a silky texture by the time Prince Charming comes for you. Og ég búin að kaupa mér þetta aftur. Ég fór síðast ef að tax-free Hagup, þá fór ég kaupur aldrei neitt nema þessi tax-free. Ég býð þangað til að kemur tax-free út af því ég neita. Sorry, ég held ekki að maður halda mér ég neita að kaupa mér eitthvað ef það ekki tax-free. Ég bara ég býð. Það er svo stutt millibili þannig að ég get alveg leyft mér að bíða. Já, ég ógeðslega hrifin af þessu og þetta eins og ég segi, skólabókardæmi það hversu mismunandi vörur henta fyrir mismunandi fólk. Einhverjum getur þótt þetta ömurlegt og ekki virkan skít fyrir hárið þeirra og þeim getur fundist þetta æðislegt. Þannig að þetta hentaði mér betur, þetta hentaði mér ekki. Ok, hvað er mér meira? Þetta hérna. Þetta er frá Embryolisse. Þetta er eitthvað Secret de Maculière. Ég keypti þetta fyrir ári síðan. Já, fyrir ári síðan. Tíminn fáránlega fljótlega. Þetta er basically bara svona, þetta er svo svitarólón fyrir svona baugun undir augun. Þetta er alveg lyktarlaust og þetta á basically að kæla þrútin augu eða þrútin augnpoka eða hvað sem þetta heitir. Á kæla það og láta baugun virka minni. Það er virkilega erfitt að segja eitthvað á íslensku sem maður er bara með enskuna í kollinum. Maður er bara með eitthvað puffy eyes. Ég veit ekki með þetta. Þetta er frá eins og segja Embryolisse sem er alveg frekar dýrt merki hérna heima. Ég held að Nóla.is með það en ég keypti þetta út í París og þá er það bara svona drugstore merki. Mjög ódýrt, alls ekki dýrt merki með hvað kostar annars staðar heldur en í Frakklandi, ég annars staðar í París. Og ég veit ekki með þetta. Þú veist, ég nota þetta, þú veist, ég búa með þetta, það er eitthvað pínu eftir en ég get ekki notað það, þú veist, án þess að tróða puttunum í það og því að þá fæ ég brúnina á draslinu í augun. Og ég notaði þetta og mér fannst það fínt og mér fannst gott, þetta kælir svolítið niður augsvæðið. En ég sá einhvern drastískan mun á því að, og ég er náttúrulega með mikil baugu, ég erfði það frá, fjölskyldumeðlimum að vera með mikil baugu, þannig að ég, þú veist, kannski erfitt einhver svona vörur að vinna á einhver svona sem er meðfætt, en ég gerði ekkert sérstaklega mikið fyrir mig. Ég er ekki óhrifin á þessu, en ég er ekki hrifin á þessu. Þú veist, þetta var bara svona, tók valla eftir því að þetta væri til staðar on my eyes, sem er vanlega eitthvað, ef maður er alveg sama yfir hvort þetta maður á þetta eða ekki, þá á maður ekki að kaupa þetta aftur. Þannig að ég mun líklegast ekki, eða ég mun ekki kaupa þetta aftur. I was not blown away, þannig að ég mun ekki kaupa þetta aftur. Tökum þetta. Ef þið hafa hort á einhver myndböndar sem ég er að sýna make-up tricks eða eitthvað svona make-up dót, þá hafið eflaust séð mig nota þetta. Þetta er eyebrow styling gel frá Lavera í leiknum Hazel Blonde. Þetta er my holy grail augabrúnavara. Þetta er algjört æði. Ef þið eru með sama svona litarhaft og ég og sama, þú veist, ég er ekki með litað hári, ég er með svona íslenskt músagrátt, klassískan íslenskan hárlit, þá er þetta eitthvað sem hendar ykkur. Ef þið eru búin að vera vandræði með að finna augabrúnalit sem að hendar ykkur hárlit og öllu litarhafti, þá er þetta eitthvað sem þið verða að kíkja á. Því þetta er í linnum Hazel Blonde. Og ég veit ekki hvort þið sjáu það, en hann er basically alveg eins og litinn og túpan. Og það kemur bara með svona spúli, litað augabrúnagel. Þetta heldur ekkert augnhárnum brjálæðislega mikið, þú veist, á sínum stað, en þá getið þið notað þetta til að gefa þeim pínu fyllingu, eins og ég gerir, þú veist, ég þarf ekki teikna inn, en ég vil samt gefa augabrúnunum pínu fyllingu, og þá nota ég þetta og get nú svo notað glært yfir til þess að festa augabrúnuna betur. En ég er búin að kaupa mér þetta, ég keypti mér backup og svo keypti ég mér annað backup. Þannig að ég er búin að kaupa mér 2 til að eiga backup síðan ég kláraði þessa, þannig að eitthvað sem ég mun alltaf nota og hef notað stanslaust frá því ég pröfaði fyrst skipti. Æðislegt, frábært fyrir okkur íslensku músagráa. Íslenska músagráa fólkið, klikkaðslega gott.
Já, þetta. Þessi er ég búin að eiga svolítið haturs, veit ekki með þetta sambandi við. Þetta er frá Urban Decay. Þetta er frá Urban Decay. Þetta er Vitamin Infused Complexion Prep Spray. B6 Vitamin Infused Complexion Prep Spray. Þetta kostaði mig, ég man það ekki, þetta er ekki full size, þetta er svona travel size og þetta er svona það sem við keyptum þetta við checkoutið hjá Sephora, þú veist, þeir eru náttúrulega, mann lendir alltaf í röð þegar maður er hjá Sephora, það bara klikkar ekki, maður lendir alltaf í röð og þeir eru búin að svinga, þú veist, röðinni þannig að hún fer svona svo í bíó það sem er svona, nema í staðan fyrir að hafa bara bönd, það eru með bara legit, sko, rakkana af alls konar svona litlu smádrasli sem enginn raunverulega þarf en maður er að bíða í röð í 10 mínútur og maður er alveg, þetta er sniðugt. Þetta kostar bara svona, hendur sem með og það er nákvæmlega það sem gerist við þetta. Ég gat keypt eitthvað Urban Decay All Nighter Spray sem ég hafði svo miklu frekar átt að kaupa. Þetta gerir ekki neitt fyrir mig. Ég veit ekki hvort, þú veist, ef þið hafið pröfað að láta mig veita hvort það gerir eitthvað fyrir ykkur út af því að þetta er ótrúlega furðulegt. Ég spraya þessu út af því að hausinn minn var að segja mér þetta á að minnka redness, þetta á að láta, þú veist, svitaholurinn mín að vera minni. Og hausinn minn, þú veist, þetta placebo-effekt segir mér, já, þetta er alveg að ganga og svo er ég bara, nei, þetta er ekki að gera neitt. Þetta er framleitt af Skindinavia. Þeir eru greinilega að sjá að búið til sprayin fyrir Urban Decay. Og Skindinavia, ég aldrei prófað frá þeim, en þeir fá rosalega fína dóma, þannig að ég veit ekki okkur þetta er ekki að, þú veist, gera sig. En þetta gerir ekki neitt fyrir mig. Ég minka rauðir blettir á andlitinu, minkuðu ekki, svitaholurinn minn að vera eins. Ég sprayaði þessu yfir og ég fekk svona skrýtna svona kuldatilfinningu á sumum stöðum og þá var ég bara eitthvað, ok, ég er greinilega, þú veist, með miklu olíu þannig að svitaholurinn er ekstra stór þannig að þessi kuldatilfinningu er að verða út af því að það er verið að sprayið að gera eitthvað. En nei, ég hafði frekar að kaupa mér All Nighter sprayið, menn ekki kaupa mér þetta aftur, bara ekki hrifin af þessu. Láta mig vita þeirra ósammála mér og hafa pröfað þetta út af því að kannski henta þetta bara mér ekki. En I did not like it. Síðasta sem ég með er þetta hérna. Þetta er frá Bliss og þetta er ekki full size, þetta er svona tester. Þetta er Fabulous Makeup Melt Gel to Oil Cleanser formulated with spa essential oils for clean balanced skin. Þetta er svo sett farðarhreinsir. Því ég nota þetta þá set ég dropa á hendunar, nutta, set pínur svona stimplað á augum mitt og læta sitja þar, því það er erfiðar að ná alltaf maskara af og eitthvað svona, þannig ég læta sitja þar á meðan ég nutta restina af andlitinu og tek af þar. Svo sem sagt bleyti ég hendunar mínar smá, ekki of mikið og nutta yfir allt saman, maskaran og augnfrunni og allt saman. Og þetta tekur allt saman af eins og ég sagði, og ég myndi að kaupa mér þetta aftur og þetta var sjúklega þægilegt, ég þarf ekki að nota neinn bómull út af því ég get alltaf áðurinni fyrir sturtu, þannig að þá bara skóla ég restina af í sturtinu og þarf ekki að nota bómull eða þvottapoka eða neitt. Og svo þvæ ég náttúrulega restina af með, þú veist, hreinsibustunum mínum og myndi kaupa þetta aftur, en ég er búin að uppgöta Bobbi Brown olíuna sem ég skrifaði um daginn og mér finnst hún miklu betri, þannig að ég frekar spara og kaupa mér það. Ef ég var ekki búin að uppgöta þessar Bobbi Brown olíuna þá myndi ég kaupa mér þetta aftur og þetta er virkilega þægilegt og það er frekar góð lykt á þessu. Ég stakk sér bara upp með mig. Það er einhvern veginn, ég veit ekki, hún er skrítin en hún er góð. Þetta var allt og sumt í tómum vörum núna. Ef ykkur finnst gaman að sjá eitthvað svona, þar sem ég fer yfir eitthvað sem ég er búin að klára og búin að alveg fá fulla reynsluna af, þá bara látið mig vita á því þegar þá get ég seifað öllu reynslunum mínu og tekið upp annars svona vídeo. Þannig að bara let me know ef þið hefur gaman að þessu. En já, bara takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta myndbandi. Bæja! Hæ, þetta myndband langar mig að tileinka öllu frábæra landsliðsfólkinu okkar, hvort sem það sé í fótbolta eða handbolta eða hvað sem er, hvort sem konur eða kallar eða bara skiptir ekki máli. Við langar að tileinka þetta myndband öllu þessu frábæra fólki og í því langar mér að sýna ykkur hvernig þið getið náð þessu stuðningsmanna íslenska